við ætlum að sjá svona síðustu andartökin í þeim leik. Og hér eru Stjörnumenn að minnka muninn ótrúlegt mark. Geggja mark. Færiðingurinn gerði vel í þessum leik, var mjög öflugur og hann taka erfið færi. Frábær slúttari, sko. Mjög góður. En síðan eru Haukarnir hérna og það er síðan Sigurður Snær sem að klára þetta svona eiginlega endanlega og ég meina þetta er langbesti leikur Stjörnunnar ef við tölum þá í langan tíma og það sem Jóel Bernbúk til dæmis átti virkilega fína leik í þeirra herbúum sem hlýtur að gefa þeim mikið í þessa baráttu sem er framundan. Ég veist líka bara Hans Jörgen góður, það voru margir sem voru að draga og hérna, ok, Benedikt allt og margir tapaði boltan en svona góður hluti sem að gera inn á milli. Jóel bestur þarna. Maður hélt svona að þetta væri að fara, þessi leikur yrði bara 15 marka sigur eftir fyrstu 10 mínúturnar, þá til að hann tekur leikhlýjar hana, hvort það er í stöðunni 6-2 og eftir það var leikur Hauka heila arfa slagur fannst mér. Það var bara miklu vandræðum. Þeir eru ekki með 2 tapaða bolta, maður held að við myndum tapa 2 boltum í þessu leik og spila bara, þú veist, á móti Stjörnunni að þeir myndu vinna þá með 8-10 mörkum. Sko. Algjörlega sammála því. Það er eiginlega ótrúlegt með við hvað vorum fá að tapa bolta að Stjarnan hafi hangið inn í þessu svona leiki. Sko. Já, það voru bara að gefa hrós fyrir það, því að þeir voru, sko, já, þú veist, ok, eru ekkert með rosalega marga, einhverju 7 tapaða bolta, þeir voru slæmir þarna nokkurir. Já.